Já, góðan daginn. Ég heiti Benedikt Árnason og er formaður hópsins innlenda þjónustugeirann og ætla hér að kynna tillögur hans. Undir innlenda þjónustugeirann falla allar þær atvinnugreinar sem afla tekna sinna á innlendum markaði. Þetta er stærsti geiri hagkerfisins út frá framleiðslu og fjölda starfa. Hann stendur undir 34% af framleiðslu hagkerfisins og störfin eru 67.400 talsins. Markmiðið fram til 2030 er að gera betur. Geirinn vaxi í takt við umsvif í hagkerfinu en með minni tilkostnaði. Með því skapast aukið svigrúm til útflutnings í alþjóðageira og auðlindageira. Og það er hægt að gera betur. Samanburður við Norðurlöndin sýnir að framleiðni í innlenda geiranum er lág. Fyrir því kunna að vera ýmsar ástæður. Sumar þeirra lúta að óbreytanlegum aðstæðum eins og smæð þjóðarinnar og legu landsins, en aðrar eru heimatilbúnar, svo sem eins og varnir gegn erlendri samkeppni, skuldsetning fyrirtækja, offjárfesting í vissum greinum og óhagkvæmir þættir í rekstrarumhverfi. Og nokkrir þessara þátta eru sýndir hér til hægri á myndinni. En það þarf aðkomu atvinnulífsins, hins opinbera og neytenda til að skapa þá hvata sem leiða til aukinnar framleiðni. Við kjöraðstæður taka fyrirtæki ákvarðanir framleiðslu sína undir virkri samkeppni á opnum markaði, undir skilvirku regluverki og ríku neytendaaðhaldi. Með slíkri hagkvæmri umgjörð og hvötum skapast drifkraftar sem ýta undir aukna framleiðni. Og verkefnastjórnin, hún leggur til 6 tillögur sem ætlað er að styðja við aukna framleiðni í innlendri starfsemi. Tillögunum er skipt í tvennt, annars vegar að bæta umgjörð samkeppni og hins vegar að bæta rekstrarumhverfi. Tillögurnar sterkari umgjörð samkeppni eru 3. Í fyrsta lagi að stjórnvöld og atvinnulíf starfi saman að eflingu samkeppnisumhverfis. Í öðru lagi að stjórnvöld framkvæmi samkeppnismat við reglusetningar. Og í þriðja lagi að stuðlað verði að aukinni samkeppni á búvörumarkaði. Ástæða þess að áhersla er lögð á virka samkeppni er einföld. Samkeppni er einfaldlega veigamesti einstaki þátturinn til að stuðla að aukinni framleiðni. Hún skapar aga í rekstri fyrirtækja, leiðir til nýrra hugmynda, nýsköpunar og tækninýjunga og stuðlar að hagkvæmri nýtingu framleiðslu þátta. Verkefnastjórnin hefur að þessu leytinu til fylgt eftir mikilli áherslu á virka samkeppni sem framkom í McKinsey-skýrslunni haustið 2012. Og með lágmörkun á samkeppnishindrunum og opnum mörkuðum á stuðla að auknu rekstraraðhaldi og framleiðni. Þetta gerist með því að með opnun markaða er aðgangshindrunum rytt úr vegi. Þetta leiðir til fleiri þáttakenda og erlendra samkeppni sem leiðir síðan til meiri fjölbreytni og stærri markaða og að lokum til meiri samkeppni, lægra verðs og aukinnar samkeppni. Og til hægri hér á myndinni eru sýnd ný fyrirtæki sem hafa orðið til vegna opnuna markaða og virkrar samkeppnislöggjafar núna á undanförnum árum og áratugum. En þessar 3 tillögur í þessum hluta aukna samkeppni eiga rót sína að rekja til þessa yfirlits yfir samkeppnishindranir. Við gerum fyrstu hindrunum 3 skil í fyrstu tillögunni. Það er að segja hvernig geta stjórnvöld og atvinnulíf í sameiningu búið til rétta hvata og umgjörð sem eykur samkeppni á mörkuðum. Það skoðum við hvernig einokun eða samráð draga úr hvata til að nýta framleiðsluþætti með hagkvæmustum hætti, hvernig aðgengi að innviðum getur virkað sem samkeppnishindrun fyrir nýja keppinauta í mörgum atvinnugreinum og hvernig erfiðleika neytanda við að skipta þjónustu veitanda getur dregið úr möguleikum nýrra aðila til að laða til sín aukin viðskipti. Önnur tillagan snýr að reglusetningu og leyfisveitingum.
hvernig unnt að búa svo hnúta að stjórnvöld setji ekki reglur sem hindra samkeppni á mörkuðum og torveldisstofnun fyrirtækja. Þriðja tillaga snýr síðan að innflutningshindrunum og niðurgreiðslum. Hvernig getum við minnkað innflutningsvernd og þannig nýtt kosti alþjóðaviðskipta og aukið samkeppni. Tillaga númer 1 er að stjórnvöld og atvinnulíf starfi saman að eflingu samkeppnisumhverfis. Það er best að byrja þessa sögu með velþekktri staðreynd. Á Íslandi ríkir umtalsverð samþjöppun og algengt að fá fyrirtæki standi undir stórum hluta markaðarins. Markaðshlutdeild er víðast hvar mun dreifðari en á Íslandi, eins og sést hér vinstra megin á glærunni. Hægra megin á glærunni er sýnd markaðshlutdeild 3 stærstu fyrirtækja á mikilvægum mörkuðum á Íslandi og í Noregi. Munurinn er talsverður, markaðshlutdeild er mun dreifðari í Noregi. Önnur velþekkt staðreynd er að þrátt fyrir mikla markaðshlutdeild eru íslensk fyrirtæki mjög lítil. Myndin hér á glærunni sýnir heildarstærð mikilvægra íslenskra markaða í samanburði við stærð stærsta fyrirtækis í Noregi í viðkomandi grein. Helstu neytendamarkaðir á Íslandi eru þannig margfalt minni en stærstu fyrirtækin í Noregi í viðkomandi markaði og er þó Noregur lítill markaður í alþjóðlegum samanburði. Þessar 2 velþekktu staðreyndir leiða til þess að hér verða almennt fá fyrirtæki á helstu innlendu mörkuðum og meðalstærð þeirra er og verður lítil. Til samanburðar er möguleiki í stórum hagkerfum á fleiri og stærri fyrirtækjum á einstökum mörkuðum. Þessu verður ekki breytt svo glatt. Möguleikar Íslands felast þá í því að finna rétt jafnvægi á milli stærðarhagkvæmni og samkeppni. Stærðarhagkvæmni leiðir til minni framleiðslukostnaðar vegna betri nýtingar framleiðsluþátta. Samkeppni leiðir einnig til minni framleiðslukostnaðar vegna ógnunar frá keppinautum. Vandinn er að aukin hagkvæmni skila sér almennt ekki til neytanda ef stærðarhagkvæmni leiðir til þess að fyrirtæki sem hennar nýtur þarf ekki að óttast keppinauta. Í ákveðnum tilvikum er unnt að mæta þessari áskorun og njóta stærðarhagkvæmni án þess að draga úr samkeppni. Það virðist blasa við að lausnin felist í samrekstri á þeim hluta virðiskeðjunnar þar sem stærðarhagkvæmni er mikil og áhrif á val neytenda eru takmörkuð. Í fjarskiptum getur það til dæmis átt við byggingu og rekstur á grunnkerfum, eins og sýnt er hér til vinstri á myndinni. Á Íslandi eru Landsnet, Míla og reiknistofa bankanna dæmi slíkan samrekstur. Landsnet er stofnað samkvæmt lögum, en samkeppnisleg umgjörð í kringum Mílu og reiknistofu bankanna hefur verið mótuð í ákvörðunum og síðan samningum á milli Samkeppniseftirlitsins og eigenda þessara fyrirtækja. Það má hugsa sér frekari samrekstur á þessum sviðum en einnig á öðrum mörkuðum. Hér verður þó að hafa í huga að slíkur samrekstur er viðkvæmur og verður að byggja á traustum grunni til að hann skili árangri. Það verður að vera sterkur rammi í kringum slíkt fyrirkomulag sem meðal annars tryggir aðgengi nýrra aðila og að samkeppni á öðrum þáttum virðiskeðjunnar sé ekki raskað. Samkeppnishindranir eru oft faldar og ekki öllum ljósar. Það getur til dæmis átt við erfitt aðgengi að innviðum og háan skiptikostnað. OECD hefur í skýrslu sínum Ísland bent á mikilvægi þess að draga úr hindrunum sem standa í vegi fyrir aðgengi að innviðum, meðal annars í flugsamgöngum og skipasiglingum. Þá hefur Samkeppniseftirlitið bent á háan skiptikostnað, svo sem í vátryggingastarfsemi, fjármálaþjónustu og fjarskiptaþjónustu. En allt leiðir þetta að sama brunni. Viðfangsefni sem við er að etja eru víðfeðm og margslungin, en lúta öll að því að skapa aðstæður til aukinnar framleiðni og þar með bættra lífskjara. Og lausnin lýtur þá bæði að stjórnvöldum og atvinnulífinu. Hún byggir á þeim grunni sem byggður hefur verið á síðastliðnum 20 árum með samkeppnislögum,
en tekur mið af þeim sjónarmiðum sem atvinnulífið hefur sett fram framkvæmd þeirra. Það í fyrsta lagi að langur afgreiðslutími hjá Samkeppniseftirlitinu standi bæði þeim fyrir þrifum sem telja sig órétti beitta á markaði og þeim sem að kvörtun beinist að. Afgreiðslutími hefur lengst hjá Samkeppniseftirlitinu eftir hrun og forgangsröðun aukin og liggur það því hjá stjórnvöldum að marka stefnu það hvernig þessum málum skuli háttað. Í öðru og þriðja lagi að stjórnvöld og atvinnulíf ræði sameiginlega í sérstökum vettvangi ábætur í samkeppnisumhverfi og meiri fræðsla og samtali eigi sér stað. Í þessu felst að sjálfsögðu ekki að stjórnvöld og atvinnulíf hafi áhrif á rannsóknir mála, heldur að þessir aðilar eigi sér breiðan vettvang til þess að ræða hindranir í vegi virkra samkeppni. Í þessu felst því einnig hvatning að mikilvægur málaflokkur sem hefur víðtæk áhrif á lífskjör í landinu sé ekki afgreiddur sem einkamál Samkeppniseftirlitsins sem að aðrir þurfi ekki að hugsa Í fjórða lagi áskorun til stærri fyrirtækja að fræða sína starfsmenn og setja sér samkeppnisréttar áætlanir sem að taka mið af mótun framkvæmdar samkeppnislaga og alþjóðlegum viðmiðunum í þessum efnum. Allt framangreint lítur þó ekki nema hluta af framkvæmd samkeppnislaga því samanburður sýnir að þar stöndum við vel að vígi miðað við nágrannalönd. Tillögurnar lúta mun fremur að þeim kúltúr eða hugafari sem þarf til að skapa samfélagslega ábyrga umgjörð. Tillögur einföldun á regluverki og gerð samkeppnismats eru einnig angi af sama meiði. Flest bendir nefnilega til að sá kúltúr sem við búum við sé mjög ólíkur kúltúr Norðurlandanna og við stöndum þau ríkjum sem við ætlum okkur að ná í efnahagslegu tilliti fram til 2030 langt að baki. Tillaga 2 að stjórnvöld framkvæmi samkeppnismat við reglusetningar. Ríki og sveitarfélög geta haft mikil áhrif á samkeppnisumhverfi með reglusetningum og fyrirkomulagi leyfisveitinga. Skipulagsmál geta þannig haft bein áhrif á aðgengi nýrra aðila að mörkuðum og skilvirkni fjárfestinga. Afleiðingar þess geta til dæmis verið að meðalstærð verslana ákvarðist af skipulagsyfirvöldum í stað verslunarrekanda og aðgangsmöguleikar minni verslana séu takmarkaðir. Með sama hætti getur leyfisveitingaferli dregið úr nýliðun og samkeppni á markaði. Afleiðingar þess kunna að vera að ný fyrirtæki með takmarkað fjárhagslegt bolmagn eigi erfiðara vik með að hefja starfsemi og að aukin starfsemi fer fram án leyfa. Tillaga verkefnastjórnarinnar að ríki og sveitarfélögum verði gert skylt að notast við samkeppnismat að alþjóðlegri fyrirmynd við reglusetningu. Slíkt ferli byggist á því að stjórnvöld svari einföldum gátlista með nokkrum meginspurningum áhrif á samkeppni. Sé svarið við einhverri spurningunni já, þá þurfa stjórnvöld að skýra út hvort reglurnar séu nauðsynlegar og hvort til séu vægari aðferðir til að ná fram sama markmiði. Áhrif samkeppnismatsins til einföldunar á regluverki, kemur í veg fyrir óþarfar opinberar samkeppnishindranir, á að breyta hugsunarhætti og dýpka skilning á eðli markaða og þar með að auka samkeppni og framleiðni. Það eru nokkur dæmi erlendis frá þar sem að áhersla á lágmörkun samkeppnisraskana við opinbera reglusetningu hefur skilað miklum árangri. Hér á þessari glæru eru nefnd 2 dæmi. Annars vegar frá breytingum á skipulagslögum sem gerð voru í Svíþjóð árið 1992, þar sem samkeppnishugsun var sett í forgang í skipulagsmálum. Það leiddi til aukinnar erlendrar og innlendrar samkeppni vegna bætts aðgangs, bætts reksturs verslana og lægra verð til neytenda og talið að efnahagslegu áhrifin hafi verið sú að framleiðni hafi aukist í smásölu í Svíþjóð á 10 árum, mun meira heldur en gengur og gerist innan Evrópusambandsins á sama tíma. Annað dæmi samkeppnismat sem framkvæmt var á vegum
framleiðni stofnunar Ástralíu á árunum 1995 til 2001 þar sem 1700 lög og reglur voru yfirfarin í því skyni að efla samkeppni og framleiðni. Mat Ástrala á árangri af þessari aðgerð var að hún hefði átt stóran þátt í sterkri framleiðni aukningu í Ástralíu á þessum tíma, lækkað verð á vörum og þjónustu og örvað nýsköpun og neytendavitund. Þriðja tillaga verkefnastjórnarinnar innlenda þjónustustarfsemi lýtur að aukinni samkeppni og búvörumarkaði. Framleiðsla á landbúnaðarvörum tekin sérstaklega fyrir hér í auðlindageiranum á eftir, en hér í innlenda þjónustugeiranum sjónum beint að þeim samkeppnishömlum sem að innflutningsverð hefur í för með sér. Ástæða þess að búvörur eru teknar sérstaklega fyrir einföld. Þar eru tollar hærri en á öðrum vörum og þeir eru einnig mjög háir í alþjóðlegum samanburði. Myndin sýnir vísitölu endanlegra tollbindinga til vinstri á myndinni á einstökum vörum og til hægri á milli landa. Það ber að taka það fram að nánast engar búvörur eru fluttar inn með þessum tollum enda takmarkið að hindra innflutning. Lítið magn hins vegar flutt inn með mun lægri tollum samkvæmt alþjóðlegum skuldbindingum. Innflutningsvernd ein helsta ástæða þess að einungis þriðjungur af matarkörfu Íslendinga eru innfluttar vörur. 2/3 hlutar innlend framleiðsla, innlendar búvörur síðan stærsti hluti matarkörfunnar. Háir tollar veita síðan verðskjól fyrir samkeppnisvörur og eru að því leytinu til samkeppnishamlandi. Reynslan af afnámi tolla á grænmeti hefur verið góð. Nú rúmur áratugur síðan tollur á papriku, agúrku og tómata var afnuminn og stuðningur við garðyrkjubændur breyttur til að hann yrði ekki markaðstruflandi. Síðan þá hefur raunverð til neytenda lækkað 40–60% og samkeppnishæfni greinarinnar batnað. Að sjálfsögðu eru aðstæður einstakra greina ólíkar og margt getur haft áhrif á þessa mynd, en víst að þessi tilraun Íslendinga til afnáms tolla á búvörum hefur gefið góða raun og gefið vísbendingar að unnt sé að ná árangri á öðrum sviðum. Þau samfélagslegu rök sem færð eru fyrir verndun landbúnaðar eru einkum þau að styðja við og tryggja byggð á landsbyggðinni og tryggja fæðuöryggi ef landið lokaðist. Þessi rök eiga síður við alifugla og svínarækt sem ekki eiga nema litlu leyti skylt við hefðbundinn landbúnað. Á þessari mynd innlent heildsöluverð á völdum búvörum sýnt með rauðu striki með gildið 100. Grái flöturinn sýnir erlent heildsöluverð og blái flöturinn almenna tolla. Þegar erlent heildsöluverð hærra en íslenskt, myndi lækkun tolla ekki hafa nein áhrif. Það á við íslenskt lambakjöt. Í öðrum vörum erlenda heildsöluverðið lægra en hið íslenska, en núverandi tollar gera innflutning hins vegar ekki fýsilegan. Hér hins vegar búið að afnema tolla á svína- og alifuglakjöti að fullu og lækka almenna tolla 50%. Þetta hefur engin áhrif á lambakjötið og framleiðsla á því mun standa sterk áfram gagnvart innflutningi. Lækkun tolla á nautakjöti og mjólkurvörum 50% myndi hins vegar leiða til að samkeppnisaðhald myndaðist, enda yrði erlenda heildsöluverðið að viðbættum tollum að jafnaði því sem næst innlendu heildsöluverði. Afnám tolla á svína- og kjúklingakjöti
myndi hins vegar að öðru jöfnu leiða til ríks samkeppnisaðhalds og mikillar lækkunar á verði þessara afurða. Tillaga verkefnastjórnarinnar lýtur því að lækka almenna tolla á landbúnaðarvörum 50% og afnema tolla á alifuglum, svínakjöti og einnig á vörum sem ekki keppa við innlenda framleiðslu. Þetta fyrst og fremst lagt til í því skyni að auka samkeppnislegt aðhald gagnvart erlendri framleiðslu, lækka verð til neytenda og stuðla að samkeppnishæfari landbúnaði. Síðari hluti tillagnanna lýtur að því hvernig unnt sé að styðja við rekstrarumhverfi fyrirtækja. Tillögurnar eru 3. Í fyrsta lagi að ráðist verði í átak til að einfalda regluverk. Í öðru lagi að neysluskattar verði jafnaðir og einfaldaðir. Og í þriðja lagi að áskorunum vegna skuldsetningar atvinnulífs verði mætt með skilvirkum hætti. Niðurstöður mats á samkeppnishæfni þjóða gefa til kynna að Ísland standi halloka í mikilvægum flokkum rekstrarumhverfis. Þetta kemur meðal annars í ljós þegar skoðaðar eru niðurstöður kannana þar sem stjórnendur fyrirtækja í flestum löndum heims eru beðnir að meta einstaka þætti í rekstrarumhverfi atvinnulífsins, svo sem eins og gagnsæis í stefnu stjórnvalda, samkeppnishæfi lagaumhverfi, trúverðugleika stjórnenda, hversu auðvelt að stunda viðskipti og þar fram eftir götunum. Niðurstaðan er sú að á Íslandi stöndum við þeim ríkjum sem við viljum helst bera okkur saman við langt að baki. Þær 3 tillögur sem lagt upp með í verkefnastjórninni eru til þess fallnar að styrkja rekstrarumhverfið og leiða til aukinnar skilvirkni. Einfaldara regluverk lágmarkar beinan og óbeinan efnahagslegan kostnað af reglusetningum með markvissum hætti, til dæmis með færri og markvissari reglum og skilvirkari framkvæmd þeirra. Með skilvirkari neyslusköttum er átt við 1. virðisaukaskattsþrep og afnám tolla og vörugjalda á vörur sem ekki fela í sér samfélagslegan kostnað. Og með áskorun vegna skuldsetningar er átt við samhent átak til eflingar á gagnsæi eignarhaldi og auknu upplýsingaaðgengi, skilvirkari skuldaúrvinnslu, virku eigendaaðhaldi og bættum stjórnarháttum í viðskiptum. Tillaga númer 4 hjá verkefnastjórninni lýtur að innlenda þjónustugeiranum að ráðist verði í átak til að einfalda regluverk. Regluverk getur haft mikil áhrif á efnahagslega frammistöðu í gegnum beinan kostnað og framleiðnutap. Efnahagslegu kostnaður hins opinbera við reglusetningu felst fyrst og fremst í mótun lagaumgjarðar, stjórnsýslukostnað og framfylgd og eftirfylgni regluverksins. Efnahagslegur kostnaður fyrirtækja felst í beinum kostnaði, svo sem umsýslukostnaði og ráðgjöf og fræðslu, fjármagnskostnaði eða þau áhrif sem að regluverk á fjármálamarkaði hefur á þau fjármagnskjör sem að bjóðast og framleiðni tap. Það reglusetning getur komið í veg fyrir skilvirka nýtingu framleiðslu þátta. Og rannsóknir erlendis á kostnaði við regluverk benda til að kostnaði við regluverk getur numið gríðarlegu fjárhæðum eða kannski 10–12% af vergri landsframleiðslu. Það rétt að hafa í huga að regluverk hefur ekki eingöngu neikvæðar afleiðingar, síður en svo. Reglur eru settar til þess að vinna gegn markaðsbrestum, auka öryggi í viðskiptum, auka traust og greiða fyrir aukinni framleiðni með stöðlun viðskipta. Það hins vegar brýnt að tryggja að jákvæðir þættir regluverks vegi þyngra en þeir neikvæðu. Þetta ekki síst mikilvægt á Íslandi þar sem fyrirtæki eru lítil að meðaltali. Niðurstöður OECD benda til tækifæra til umbóta í regluverki á Íslandi. Þar sem samræmi í stefnu við reglusetningu virðist ábótavant í samanburði við nágrannaríkin. Þetta sýnt hér til vinstri á myndinni þar sem að
Ísland sýnt í samanburði við Noreg, Danmörku og Svíþjóð. Ef að ráðist yrði í slíkar umbætur á regluverki þá hefðu þær meiri áhrif á Íslandi en víða annar staðar vegna hás hlutfalls lítilla fyrirtækja eins og sýnt hér til hægri á myndinni. Erlendar rannsóknir sýna að hlutfallslegur eftirlitskostnaður lækkar hratt með aukinni stærð fyrirtækja. Við nefnum dæmi land sem hefur náð að einfalda og auka skilvirkni regluverks með mjög markvissum og árangursríkum hætti en það er Holland sem hefur í 3 fösum á síðastliðnum 2 áratugum náð miklum árangri í að bæta umgjörð regluverks og minnkað kostnað við reglusetningu. Þessar umbætur eru taldar hafa aukin nýsköpun og sveigjanleika, stuðlað að aukinni atvinnuþátttöku, dregið úr ríkisútgjöldum og aukin neytenda ábata, auk beins kostnaðar ábata sem að umbæturnar eru taldar hafa haft í för með sér. Verkefnastjórnin leggur til að verkefnið Einfaldara Ísland verði endurvækið með skýru markmiði 25% minnkun kostnaðar við regluverk. Aðgerðaráætlunin Einfaldara Ísland var hrint af stað árið 2006 og var til 3 ára og hafði að markmiði að einfalda og bæta regluverk í þágu atvinnulífs og almennings. Hér er lagt til að þetta verkefni verði endurvækið með það að leiðarljósi að fækka reglum og gera það markvissari, gera framkvæmd regluna sem minnst íþyngjandi og veita sem bestar upplýsingar gildandi reglur. Markmiði verði 25% minnkun kostnaðar við regluverk. 5. tillaga verkefnastjórnarinnar með innlenda þjónustugeirann lýtur að einfaldara umhverfi neysluskatta. Tekjur ríkisins af neyslusköttum námu 218 milljörðum árið 2012. 2/3 hlutar teknanna komu af virðisaukaskatti en afgangurinn vegna tolla og almennra vörugjalda en einnig vegna gjalda vegna vara með neikvæð ytri áhrif svo sem eldsneyti, áfengi og tóbak. Virðisaukaskatturinn skiptir sköpum í neyslusköttum. Vandi við hann felst í miklum undanþágum sem flækja skattkerfið og dregur innheimtum skatti. Þannig er ríflega 1/3 einkaneyslu undanþeginn virðisaukaskatti eins og sýnt hér á myndinni til vinstri. Á myndinni til hægri er sýnt mat OECD á skilvirkni skattkerfa en það er metið sem hlutfall af þeim virðisaukaskatti sem myndi innheimtast ef öll neysla félli undir hæsta þrep í viðkomandi landi. Hér á landi er það 25,5%. Hagkvæmasta kerfið væri því það með einu skattþrepi og engum undanþágum og kemst Nýja-Sjáland næst því. Ísland kemur hins vegar illa út úr þessum samanburði. Víxlverkun á milli virðisaukaskatts, tolla og vörugjalda getur skapað allt að 70% skatt á einstakar vörur, svo sem sjónvörp. Önnur starfsemi eins og aðgangur að íþróttaviðburðum ber hins vegar engan skatt. Hér er ekki að ræða vörur sem að skapa neikvæð ytri áhrif og því lítil þörf á að stýra neyslu með þessum hætti. Almennt að þá dregur misræmi í skattlagningu á milli vöruflekka úr gagnsæi og eykur þannig neyslustýringu að óþörfu. Þegar til viðbótar þessu kemur að tollar og almenn vörugjöld eru ekki nema rúmlega 10% af heildartekjum og fylgir jafnframt hátt flækjustig er eðlilegt að spyrja sig hvort ekki séu möguleikar á einfaldara og skilvirkara kerfi. Heildartekjur af tollum eru þannig ekki nema einungis 4% tekna af neyslusköttum og heildartekjur af vörugjöldum 7%. Og það kerfi sem að hér er lagt upp með í tillögum verkefnastjórnarinnar aflar sambærilega tekna en með einfaldari hætti.
Hér er að ræða að afnema tolla og vörugjöld á vörur sem ekki fela í sér neikvæð ytri áhrif. Þess í stað eru afnumdar undanþágur frá virðisaukaskatti að því marki sem því verður við komið vegna tæknilegs flækjustigs og samanburðar við önnur Evrópulönd. Þá eru virðisaukaskattsþrepin sameinuð í efraþrepi og að lokum er eitt þrep virðisaukaskatts lækkað í 21%. Hér á myndinni er sýnt afnám tolla og vörugjalda. Síðan kemur afnám undanþága frá virðisaukaskatti til hækkunar. Til hækkunar er jafnframt þegar að vaskþrepin eru sameinuð í efraþrepi, en síðan er unnt að lækka virðisaukaskattinn úr efraþrepi niður í 21% og gefur sömu fjárhæð í ríkissjóð og neysluskattar gera í dag. Þessi innleiðing getur farið fram í 3 skrefum fram til ársins 2018. Í fyrsta þrepi væru tollar og almenn vörugjöld afnumin, auk þess sem ýmsar undanþágur frá virðisaukaskatti yrðu afnumdar. Í öðru skrefi væri hærra þrep virðisaukaskatts lækkað í 24,5% og lægra þrepið hækkað í 14%. Í þriðja og síðasta þrepi yrðu skrefin eða þrepin hér sameinuð í 21% skatti. Markmiðið með þessu kerfi væri hlutlausara og einfaldara neysluskattskerfi sem að dragi úr ógagnsæi og yki hagkvæmni. Sjötta tillaga verkefnastjórnarinnar innlenda þjónustugeirann er að áskorunum vegna skuldsetningar atvinnulífs verði mætt með skilvirkum hætti. Sérstaða Íslands í dag felst ekki hvað síst í mikilli skuldsetningu fyrirtækja og óskýru eignarhaldi eftir hrun. Þannig eiga erlendir kröfuhafar 2/3 hluta bankakerfisins á móti 1/3 hlut ríkisins. Þetta er sýnt hér til vinstri á myndinni. Bankarnir eiga síðan megnið af skuldakröfum á fyrirtæki landsins. Ef litið er á eignarhald á fyrirtækjum með yfir milljarði í veltu, eiga ríkið og kröfuhafar 1/4 af hlutafé, en afgangurinn skiptist á milli einstaklinga, erlendra aðila annar en kröfuhafa og lífeyrissjóða. Þetta er sýnt til hægri á myndinni. Hlutur lífeyrissjóða mun óhjákvæmilega vaxa, enda eru þeir nánast eina uppspretta hreins sparnaðar í hagkerfi sem að fast er í gjaldeyrishöftum. Skuldsetning fyrirtækja á Íslandi er há í öllum alþjóðlegum samanburði og veldur áhyggjum. Ársgamlar tölur benda til að hlutfall skulda af heildarefnahag og skuldir sem hlutfall af EBITDA séu 2-falt meiri en í Evrópu, eins og sýnt er á myndinni hér til vinstri. En háar skuldir auka líkur á vanskilum, draga úr fjárfestingargetu og skaða samkeppni, eins og þeir mælikvarðar sem að sýndir eru á þessari mynd draga glöggt fram. Þessar kringumstæður geta stuðlað að vítahring sem erfitt getur reynst að rjúfa. Vítahringurinn felst í því að mikil skuldsetning leiðir til minna trausts og getu til lántöku, síðan til minni tækifæra til fjárfestinga og minni framleiðni og að lokum til minni arðsemi fyrirtækja. Japanir upplifðu þennan vítahring í 2 áratugi eftir bankakreppuna 1990 og mörg ríki óttast að skuldakreppan muni leiða þau inn í þennan sama vítahring. Aðstæður á Íslandi gefa óþægilega sterkt í kynna að ástæða sé til þess að hafa áhyggjur af þessu. Fjárhagslegri endurskipulagningu íslenskra fyrirtækja verður þannig að fylgja hagvöxtur, þannig að þau geti staðið við skuldbindingar sínar á sama tíma og þau fjárfesta til framtíðar. Hvað sem því líður er óhætt að segja að talsverðum árangri hafi nú þegar verið náð. Aðstæður sem að nýju bankarnir stóðu frammi fyrir eftir hrun voru fordæmalausar og yfirráð banka yfir fyrirtækjum og vanskil fyrirtækja hafa minnkað umtalsvert á síðustu 3 árum. Almennt má því segja að staðan sé betri en hún gæti verið að afloknu svo stóru hruni, þrátt fyrir að staðan sé enn afleit sé miðað við þau lönd sem við ætlum okkur að vera komið fram úr í lífsgæðum árið 2030.
En hvernig viljum við þó sjá nýtt viðskiptalíf þróast eftir hrun? Við í verkefnisstjórninni höfum hér í tillögum okkar skipt úrlausn skulda og eigandavanda og aukið traust í viðskiptum upp eftir bönkum, stjórnvöldum og fyrirtækjum. Að bönkum lítur að efla enn frekar áherslu á hraða og skilvirka endurskipulagningu skulda, stuðla að skráningu fyrirtækja í kauphöll og tryggja góða stjórnarhætti í fyrirtækjum þar sem kröfuhafar eru í ráðandi stöðu. Að stjórnvöldum lítur að skrá Landsbankann í kauphöll og tryggja að uppgjör þrotabús bankana verði forgangsverkefni. Þá þurfa stjórnvöld að auka gagnsæi í eignarhaldi, til dæmis með innleiðingu og tilskipunum miðlæga skráninga á eignarhlutum og herða og fylgja eftir kröfum um skil á ársreikningum. Að fyrirtækjum lítur að sýna fyrirhyggju, efla góða stjórnarhætti og sýna samfélagslega ábyrgð í rekstri í hvívetna. Þetta eru sem sagt tillögurnar 6 sem að verkefnisstjórnin kemur fram með innlenda þjónustugeirann. Sumar þeirra lúta að kerfisbreytingum eins og að lækka tolla á búvörum og einfalda neysluskattskerfið. Aðrar lúta að einfaldara og skýrara regluverki, það er að framkvæma samkeppnismat og ráðast í átak til að einfalda regluverk, eða þá að byggja ofan á þann grunn sem þegar til staðar og þannig freista þess að ná fram betri árangri. Það er að stjórnvöld og atvinnulíf vinni saman að eflingu samkeppnisumhverfis og hvernig við vinnum okkur út úr skuldsettu atvinnulífi. En allar aðgerðirnar miða að því að koma á samkeppnishæfara umhverfi sem gerir innlenda þjónustugeiranum kleift að vaxa í takt við hagkerfið en með minni tilkostnaði.